Erlendir fjölmiðlar fjalla töluvert kaup Hwang Snu-bo á Grímsstöðum. Þar skín í gegn að kínverskir fjárfestar njóta takmarkaðs trausts á Vesturlöndum og margir óttast einhvers konar ráðabrugg kínverskra stjórnvalda. Kínverji vill kaupa Ísland. Eitthvað á þessa leið þorri fyrirsagna erlendra fjölmiðla sem fjalla af áhuga áform Hwang Snu-bo. Breska blaðið Independent slærði upp að hugsanlega séu kaupin á Grímsstöðum til þess að búa í haginn fyrir nýja umskipunarhöfn á siglingaleið sem opnast með bráðnun ís á pólnum. Kínverjar vilji tryggja sér yfirráð á þeirri siglingaleið og hafi lýst áhuga sínum á samstarfi við Íslendinga. Hugsanlega sé þetta hrein ógn við sjálfræði og sjálfstæði Íslands. Afskipti Hwangs bendi til þess að verkefni njóti blessunar stjórnvalda, enda sé hann innsti koppur í búri kommúnistaflokksins. Fyrirtæki hans, Zhongkung, sé eitt stærsta ferðamálafyrirtæki Kína og hafi umsjón með helstu ferðamannastöðum landsins. Þess vegna sé vísa til þess að verkefnið á Íslandi sé aðferð til þess að tryggja Hwang í sessi sem ferðamálafrömmuður. Sjálfur blæs Hwang á allar þessar kenningar í viðtali við kínversku ríkisfréttastofuna Xinhua. Hann ætli sér að reisa hótel með golfvelli og alls konar útivistaraðstöðu og eina ástæðan sé sú að hann hafi trú á verkefninu. Þótt arðurinn kunna láta á sér standa til skamstíma muni ægifagurt landslagið án efa draga ferðamenn þangað. Og þótt hann hafi starfað fyrir kommúnistaflokkin sé langt síðan þeim starfa lauk og hann hafi verið afar lágt settur. Þýska fréttaritið Spiegel var bara fram spurningunni hvort Íslendingar séu ofsóknarbrjálæðir eða eigi að hafa varan á sér og niðurstaðan sú að rétt sé að velta áhuga Kínverja vel fyrir sér. Þeir fjárfestum allan heim og láti ekki síst til sín taka í ríkjum sem standi höllum fæti, eins og Ísland. Kínverskir fjárfestar hafi til dæmis keypt höfnina í Píreus í Grikklandi og stóran hluta í stærstu hótelkeðju Spánar. Fótfesta á Íslandi gæti auðveldað Kínverjum að fóta sig á norðurskautinu.